Það báðan. Mark núna 2 leiki í röð. Þetta búið að vera skemmtilegt að undanförnu hjá okkur. Já, heldur betur. Ég búinn að bíða allan mjög lengi eftir markinu mín í sumar og það kom út fram og eftir það bara fór það vaxandi hjá mér og búinn að sé núna 3 núna. Hvað það sem gerist? Sjálfstraustið að aukast? Já, heldur betur. Eins og ég segi, eftir fyrsta markið þá fekk ég bara svaklega sjálfstraust og það skila sig náttúrulega. Það mjög mikilvægt í þessu. Þetta nú búið að vera nokkuð svona skemmtileg kysla á ykkur Keflvíkingu svona í síðustu leikjum, en þetta ekki samt búið að vera svona pínu stressandi og erfitt? Jú, heldur betur. Ég meina það gekk ekki alveg svakalega í fyrir hluta. Ég meina, við vorum reynda óhefnir, fengum 3 rauð spjöld í byrjun innan tímabilsins og við vorum óhefnir, en þetta búið að vera svona vaxandi hjá okkur. En svona, hvað sjálfu, sonur þjálfarans sem látin fara, hvernig tilfinning það? Hvernig líður þér í svona málum? Það náttúrulega mjög erfitt þegar pappi þjálfari, sko. Fólk gerir sér ekki grein fyrir því. En ég meina, ég fekk reyndar, meira svona frjálst hjá mér, sko. Og það náttúrulega gott fyrir mig, sko. Ég fekk það ekki, það alltaf mikið pressa, skilur, á mig og pappa. Það smitast náttúrulega bara í mig, skilur, eða gengur illa og svona. Þannig þetta bara flott. Finnst þú að hafa fengið meiri tækifæri hjá Kristjáni? Þetta erfið spurning. Ég meina, ég var meiddur fyrstu 7 leikina og ég bara meiddist rétt fyrir mót. Og ég byrjaði 1 leik og eftir það var pappi látið fara og ég fekk tækifæri á Kristjáni sem bara fínt. Ánægður svona að hafa klárað þetta núna, þetta verður svolítið skrítið að leika síðasta leik núna, hefur ekkert að segja þannig lagað, nema kannski upp á stoltið? Já, nákvæmlega bara upp á stoltið. Ég meina, mútið Þór, það var þetta var hræðilegt hjá okkur, sem betur fyrir mætti enginn til að sjá þennan leik, en við gerum vel í kvöld og unnum þennan leik. Þannig að þú ert bjartsýnn framhaldi á Keflavík? Já, heldur betur, að fullt af ungum strákum sem geta bara stigið upp og ef ekki bara farið í atvinnumennsku bráðlega. Ég meina, það bara björt framtíð. Já, var ekki bróðina Íslandsmeistari, 3. flokki? Það var Íslandsmeistari í fótbolta og körfu. Ég meina, ég gat ekki, það flott fyrir hann að taka þetta. Það kann ekki vel. Já, takk.